Næringarfræðingur segir fyrirtæki oft fara offari í markaðssetningu á vörum sínum, það eigi helst við fæðubótaefni og orkudrykki. Hann segir dæmi að foreldrar viti ekki hvað börnin þeirra er einbyrða. Jóhanna Margrét Gísladóttir. Nýleg skýrsla velferðarráðuneytisins sýnir að 64% Íslendinga eru of feit eða í yfirþyngd. Þá sýnir rannsókn frá 2009 að yfir 20% íslenskra barna á aldrinum 5 til 15 ára eru of þung, þar af mældust 5% of feit. Steinar B. Aðalbjörnsson næringafræðingur hefur miklar áhyggjur af þessari þróun. Ég held að fyrirtæki mörg hver fari ofta tíma offari í markaðssetningunum og þá kannski helst þessi fyrirtæki sem eru að flytja inn vörur í þessum fæðubótaefnaflokki og heilsuvöruflokki og mér finnst stundum keyra þverbak í þeim málum. Fyrirtæki komist jafnvel upp með að segja ósatt og lofa ákveðnum eiginleikum, svo sem að vörur auki fitubrennslu eða séu orkugefandi, en það vanti síðan allar rannsóknir á bakvið fullyrðingarnar. Þar af leiðandi viti fólk oft ekki hvað þessar vörur virkilega innihalda. Ég var eins og í bakari og það sá ég mömmu koma inn með strák sem hefur varla verið orðinn 12 ára og hún kaupir handa sér kaffi og eitthvað með því og hann fær 2 orkudrykki. Svo þegar hann er búinn að stúta þeim þá sest ég niður hjá konunni og spyr hvort ég megi ræða aðeins við hann og hún sjálfsögðu jánkar því ég kynni mig og þá útskýri ég fyrir henni að í þessum 2 orkudrykkjum var meira en 2-falt meira heldur í kaffibóllanum af koffinni heldur í kaffibóllanum sem hún var að sjálfa að drekka og það voru mjög áhugaverð viðbrögðin hjá henni. Steinar segir foreldra ekki vera í vinsældakosningu og þurfa að fylgjast með neyslu barnanna sinna. Þau eru koma heim úr skóla, hvað eru þau að gera? Hvað ætla þau að borða? Ætla þau að hanga í tölvunni? Lausnin liggur hjá samfélaginu heild sinni og til dæmis fyrirtæki, þau hafa samfélagslega skyldu gagnvart okkur.